Björgólfur, mig langar svo að tala við þig, útskýra mína hlið og hvernig ég sé þetta. Ég vona ég sé ekki að trufla, ertu nokkuð upptekinn þessa dagana? Björgólfur, ég er blaðamaður á Mogganum sem þú átt, eða áttir, eða hvað. Geturðu sagt mér, Björgólfur, hvað verður á Mogganum? Mér finnst svo óþægilegt að vita það ekki. Björgólfur, þetta kaupæði sem þú sagðir í Mogganum, að það hefði runnið á alla Íslendinga, ég kannast ekki við það. Ég á ekki sumarhús eða hjólhýsi eða jeppa. Björgólfur, ég keypti mér aldrei flatskjá, ég á ekki einu sinni sjónvarp. Það er ópíum fólksins, held ég, og fyrir framan sjónvarpið slokknar á öllu. Það er gott, Björgólfur, mjög gott og hættulegt, stórhættulegt. Ég á reyndar örbylgjá, þú nefndir hann samt ekki. Björgólfur, ég hef alltaf verið dugleg að vinna. Ég vann í sjoppu, ég þjálfaði fótbolta, ég vann á lager, ég kenndi börnum, ég raðaði trópi í hillur. Ég reyndi einu sinni að selja pressuna en þá hrópaði á mig gamall maður að pressan væri rusl. Ég hætti að selja pressuna. Þá hélt ég að gamlir menn hefði alltaf rétt fyrir sér. Björgólfur, ég las við viðtalið og mig langar að segja að ég skil þig. Ég veit hvernig tilfinning það er að hrópa sig á þig eins og þú sért höfuð alls ills. Ég er blaðamaður, Björgólfur. Seðlabankinn, fyrirtæki, stjórnmálamenn, eftirlitsstofnanir og ekki síst fjölmiðlar. Það sagði Þorgerður Katrín. Og ég hélt allt í að ég hefði skemmt allt. Mér fannst alltaf skrítið að fólk keypti allt á lánum og mér fannst alltaf skrítið að menn væri í stanslausu spili. Matadori, Björgólfur. Mér þykja engaþóttir asnalegar og mér var alveg sama þótt þú værir í keppni við hina strákana. Ég hef spilað Matador. Ég veit hvernig tilfinning það er að vinna, ég vannaðist þið alltaf. En ef ég tapaði þá var það allt í lagi. Ég fekk mér bara rista brauð og kakó. 2 glös af kakói, það var eftirlætið mitt þegar ég var lítil og spilaði Matador og fekk kakó stundum. Sjónvarpsleysið, Björgólfur, það bjargaði mér ekki. Það slokknaði líka á mér. Ég áttaði mig ekki á því að ég þurfti að borga fyrir Matadori sem ég tók ekki þátt í. Það á ekki að fara illa með almannafé og ég er sammála, Björgólfur, ég er sammála því að það eigi ekki að bruðla með peninga, hvorki almanna né eigin. En samt sagði ég ekki neitt. Þegar þú keyptir Austurstræti og Bankastræti og Aðalstræti og Hafnarstræti og Pósturstræti og Laugardal Áramótaheitið mitt var að reyna að skilja peninga. Ég fór á námskeið og lærði stýrivexti og eigið og spákaupmennsku og lánshæfingu og skortstöð og skortsölu og vísitölu verðtryggingu og ég reyndi að spyrjast mikið og ég gat og alltaf létu menn eins og þeir væri með alltaf reyna en gátu samt ekkert útskýrt. Björgólfur, maður talar ekki skýrar en maður hugsar. Matadorið ykkar var allt of flókið. Svo flókið að það kunni engin reglurnar og svo asnalegt að allir töpuðu og nú þarf ég að borga. Aftur. Ég veit alveg, Björgólfur, að það verður allt í lagi með mig. Ég veðsett enga gull. En Björgólfur, það verður ekki allt í lagi með alla og það finnst mér sárt. Ég veit alveg að við tókum öll þátt í réttrúminu. Við sungum með. Tralalalalalalalala. Ég söng falskt til að ögra kórnum og fannst ég vera mótmæla en ég söng samt. Tral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 a. Fjármálaheiminum, ég hlustaði en ég skildi hann ekki og ég viðurkenni að stundi hélt ég hann væri orðinn smá klík. Hann var stríðsmaður, Björgólfur, harðsnúinn kaldastríðsmaður alla tíð og ég hélt hann vildi verða áfram. Ég er ekki stríðsmaður, Björgólfur, mér finnst best ef allir hjálpast að. Björgólfur, pabbi segir að sér fínn kall og Bubbi segir það líka. Ég hitti það einu sinni og ég man að koma svo óvart góðast hress. Ég hélt að maður sem ætti svona mikla peninga gæti ekki verið hress, ekki frjáls. Björgólfur, er ekki vont að eiga heimavörn?
Ég veit að þú varst duglegur að vinna eins og ég og líklega vannstu lengri vinnudag. Mín vegna hefði þið alveg mátt Björgólfur fá tvöfalt hærra kaup. Og kannski aðeins meira en það vegna ábyrgðar. Björgólfur, ég var eins árs þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri. Síðan forsætisráðherra, seðlabankastjóri, hann líka skáld. Ég treysti honum ekki Björgólfur, en samt hlusta ég þegar hann talar að ég þekki röddina svo vel. Björgólfur, hann var alltaf í skaupinu. Aðmælisbarn með stóra köku og eina sneið fyrir hina gestina. Björgólfur, mér langaði ekkert í þessa köku. Ég hafði það bara fínt í mínu flatskjásleysi og þannig vil ég hafa það áfram. Björgólfur, ég vona að forseti gefur ykkur saman og öllum hinum. Ég reið út í ykkur því mig langar að nota sparifé mitt í ferð til Indlands en ekki til að borga niður skuldir sem ég skil ekki af hverju eru til en ég losna við reiðina. Og ég skal borga, Björgólfur. Ég skal borga með einu skilyrði. Það gerist ekki aftur. Að við hjálpumst að við að byggja upp samfélag saman í þessu og við getum spilað matador helgar með pappírspeninga og drukkið kakó saman í þessu. Ertu til í það, Björgólfur? Ertu til í það?